Komið sælir áhorfendur á nýja leik þegar að horfa á frétta og umræðu þáttinn 21 á sjónvarpsstöðinni Hringbraut og við ætlum að fara þessu næst yfir í atvinnulífið og breytta ásýnd þess og að mínu viti betri ásýnd þess með aukinni stjórnenda þátttöku kvenna. Konur í orkumálum voru nýverið að gera úttekt á stjórnenda þátttöku þeirra í orkugeiranum sem hefur verið karllægur áratugaskeið en nú það líka að falla með vitaskuld betri og viðtækari menntun kvenna í þessum geira sem að vísu ekki sjálfgefið eins og ég gat hann hefur verið æði karllægur og ég fengi hérna til mín tvær konur úr orkugeiranum, Hildigunni H. Thorsteinsson og Lófís Varnadóttur sem þekkja til þess að geira og fyrst að þessari skýrslu sem var verið að gera svona stjórnenda þáttöku kvenna helstu útlínur segja okkur að konur að sækja fram í þessum geira sem hefur jú verið ansi skreittur karlmönnum til þessa. Já, það alveg þekkt að þessi geiri hefur verið mjög karllægur eins og þú segir. En við sjáum að það að breytast og við félagið konur í orkumálum ákvaða að láta bara gera svona formlega úttekt svo við værum ekki að giska út í loftið hvernig staðan væri hjá konum innan þess að gera. Og við sjáum bara töluverðar breytingar á milli ára. Hún hefur núna verið gert tvisvar, fyrst fyrir árið 2016 og svo kom út núna fyrir árið í fyrra. Og við sjáum bara strax tölur í mjög jákvæða átt. Við erum að sjá það að núna eru stjórnarformenn í öllum orkufyrirtækjum landsins jafnt skipað konum og körlum. Það sem sagt jafnt kynjahlutfall en það var 25% aðeins fyrir 2 árum. Þannig að þetta alveg töluvert stórt skref. Forstjórar og framkvæmdastjórar, forstjórar fyrirtækja nú 17% versus 8% fyrir 2 árum. Þannig að heilt yfir hefur ákvörðunarvald kvenna innan geiras hækkað í tæp 40% úr 30%. Þannig að þetta að gerast mjög hratt. Og Hildigunur, þetta eru gleðileg tíðindi að því leyti að þetta gerist svo hratt. Maður svona fyrir örfáum árum hélt maður kannski að þetta myndi ekkert gerast, myndi ef til vill gerast með hægum skrefum, en þetta eru miklar breytingar á stuttum tíma. Þetta eru miklar breytingar á stuttum tíma, en ég held að það sem þarf að gera og hefur verið gert upp á síðkastið er bara að taka ákvörðun að gera þetta. Við erum með konur sem geta gegnt þessum störfum. Það erum með, eins og þú sagðir áðan, menntun, við erum með reynslu og nú bara verið að taka þessi skref og búið að benda og þú tekur bara ákvörðun að breyta hlutum og þá getur þú gert það hratt. En leyfið mér að spyrja ykkur næst eins og miðaldra karlmaður, skiptir þetta máli? Lóvísa? Já, fjölbreytni skiptir alltaf máli í atvinnulífinu. Það búið að marg sýna fram á það að aukin fjölbreytni skila sér í aukinni arðsemi og það eru betri ákvarðanir teknar, það eru á breiðari grundvelli vegna þess að bara því fleiri einstaklingar af bara því fjölbreyttari bakgrunni skila sér bara að það eru öðruvísi viðhorfin í fyrirtækið og svo framvegis. Þetta hefur verið rannsakað sem sé? Já. Það eru margar erlendar rannsóknir sem að benda til þessa. Með stórum úrtökum, mörg þúsund fyrirtækjum sem að skoða arðsemi og hvað það þýðir að hafa meiri fjölbreytni í ákvörðunartöku. Og það það á öllum sviðum og maður finnur það sjálfur. En maður í einsleitum hóp, hvort sem það eru allt konur eða allt karlmenn eða allir sem voru í sama bekk í grunnskóla, það svona þessi tilhneiging til hjarðhegðunar. En ef þú ert með fjölbreytni við borðið, þá koma fleiri áleitamál, fleiri spurningar og þannig eru ákvarðanir betur teknar. En af hverju, mýtan svo að ef nokkri karlmenn koma saman í hóp, þá þeir áræðnari og kannski fíldiskan meiri, þetta eitthvað með kúltúr að gera? Ég hugsa að þetta, já, það má sennilega tala kúltúr í þessum efnum og ég ekkert endilega viss þetta sé kynjakúltúr alltaf. Þetta getur verið líka bara innan hvers fyrirtækis fyrir sig og hvers konar einstaklingar ráðast til að stjórna hvers konar típur þeir eru, hvort þeir eru áræðnar típur og áhættu sæknar típur. En það hefur nú samt alveg verið talað í sambandi við bankahrun og fleira að einhver svona þessi gildi kvenna komið þar sterk inn og mildi þessa áhættusækni en ég ætla nú svo sem ekki að fullyrða nákvæmlega hvort að þetta sé málið í okkar geira En þetta samt skemmtileg stúdía að sjá fyrir sig atvinnulífi spegla samfélagi betur en það hefur gert árabil. Ég af þeirri kynslóð þegar að konur voru húsmæður að stórum hluta og fóru í hrönnum út á vinnumarkaðinu á 8. áratugnum, kvennafrídagurinn, kvennaverkfallið breytti náttúrulega gríðarlega miklu, sumir segja öllu í þessu tilliti, hratt af stað náttúrulega gríðarlegri þróun og núna erum við að sjá samfélagið svona að vera að spegla sig betur í raunveruleikanum, atvinnukúltúrinn að breytast.
Hann að breytast og maður finnur það bæði hjá konum og körlum og því að karlar eru líka að finna sig að ef þú ert ekki á einsleitum vinnustað, það meiri tækifæri til að vera þú sjálfur og það eru fjölbreyttari einstaklingar í kringum því. Þannig að eins og maður talar mýtur að karlmenn sýndu ekki jafn mikla tilfinningar hérna áður fyrir. Ég var að tala um ungan mann sem vinnur með mér í dag og hann var að tala að þegar þú ert að vinna á fjölbreyttum vinnustað þá kannski hefur meiri tækifæri að þið langar sína tilfinningar, þá tækifæri til þess. Ef þú vilt taka þátt í fjölskyldulífinu, öllu lífinu, ekki bara vinnunni, lífið þitt þarf ekki að vera vinnan bara, þú vilt vera karlmaður sem tekur þátt í öllu sem þú vilt, þá fjölbreyttari vinnustaður góður staður til að vera og til þess að gefa þér þau tækifæri. Og þetta segja ungu karlarnir? Já. En kynslóðamunur, finnur þetta betur á ungum karlmönnum heldur en þeim sem eru orðnir rosknir? Ég veit ekki hvort kynslóðamunur, ég held að þetta menningamunur sem við erum að breyta sem þjóðfélag. Ég held að það sé, þú veist, í fjölbreyttari fyrirtæki og fjölbreyttari bara vinnustað og skólum, þá geta allir, hvort sem þú ert ungur eða eldri, fundið þig á betri hátt held ég og þú getur bara, betri tækifæri. Einmitt. Lovísa, hvernig horfir þetta við þér? Já, ég tek algjörlega undir þetta sem Hildur að segja vegna þess að alla kynslóðabreytingar hafa alltaf verið kynslóðabreytingar og í atvinnulífinu gegnum tíðina og þær hafa ekkert alltaf reynst þeim sem fyrir eru auðveldar. En það er kannski öðruvísi kynslóðabreyting núna vegna þess að viðhorfin í samfélaginu hafa bara breyst hratt á skömmum tíma. Þannig að það er kannski meira fyrir þá kynslóð sem fyrir að taka inn, meira að læra, þú mátt ekki kannski endilega lengur tala eins, þú þarft að taka tillit til fjölbreyttari einstaklinga, mismunandi lífsmynstur fólks, þannig að þetta er kannski bara ný tegund af kynslóðabreytingu eða eitthvað slíkt sko. Þið eru konur framalega í orkugeiranum, hvernig taka kallar þessu, þá tala ég sko kalla? Roskna miðaldra kalla eins og mig. Verða hræddir við aukna stjórnundaþátttöku kvenna, aukna menntun kvenna, maður getur sagt jafnvel yfirburði kvenna, Lovísa, finnurðu fyrir óttanum? Ég get nú kannski ekki sagt það, ég finni fyrir kannski ótta. Ég held að sé alveg eðlilegt að einhverju leyti að viti ekki alveg hvar þú stendur kannski þegar áherslan hefur fæst svona mikið á að fjölga konum eins og við erum að tala alltaf verið að tala að fjölga konum sem þýðir þá væntanlega að fækka karlmönnum sem að ég vil nú alveg ítreka að það er ekki það sem að þetta gengur út á í orkugeiranum. Við sko útrýmum karlum? Nei, alveg langt frá því, sko við þakkum fyrir þessa flottu karlmenn sem að eru í geiranum sem hafa rutt brautina fyrir okkur konurnar og gleymi því ekki að starfsaldur í orkugeiranum er mjög hár. Þannig að fólk er ánægt að flytja sig ekki úr starfi og það þýðir að við erum bara með mjög flottar reynslumikla menn og svo breytist þetta með tímanum. En ég samt finna alveg fyrir því að umræðan er svolítið svona, þú veist, bara eins og hefur verið kannski upp á síðkastið bara almennt í fjölmiðlum og atvinnulífinu að það svona verið að reyna að átta sig kannski hvar þú stendur innan vinnustaðarins. Ég myndi ekki segja þessi ótti, ég heyri ekki annað en á þeim konum sem koma inn að mjög vel sé tekið á móti þeim. Þá fá góð tækifæri og við höfum gert kannanir hjá konum í orkumálum líðan kvenna í geiranum og það var yfirgnæfandi meiri hluti sem að segir að þær finni fyrir miklum tækifærum til að þróa sig í starfi og það séu bara mjög ánægðir og fá hvatningu. Þannig að ég hugsa að það sé kannski ekki beint ótti en ég myndi alveg skilja að sumir séu kannski bara átt að sjá stöðinni. Hildur, finnir þú fyrir þessum ótta, þetta er nýtt umhverfi fyrir kalla, auðmikið kallana? Ég held bara að allar breytingar skapa óvissu og óvissa getur verið óþægindi. En ég held að lykillinn sé þarna að eins og Lovísa bendir á, við erum ekki markmiðið er ekki að fækka karlmönnum, heldur að auka fjölbreytileika og auka lífsgæðirinn þeirra sem er að vinna hjá okkur út því að þú ert að vinna á staða þess að þið líður vel. Og ég held að með því að þegar fólk átta sig á þessum áherslum, átta sig á því hvað þessi fjölbreyttari hópur fólks er að gera fyrir og hvernig er að vinna á vinnustæðnum, þá hverfur óttinn, eins og í rauninni bara öllum góðum breytingum. Þú varst nú einu sinni á Fréttastofu Útvarps, Lovísa, sko þar var Margrét Indriðadóttir sem svona ruddi brautin á sínum tíma sem sko kvenstjórnandi þótti mjög sérstakt í þá daga. Hún var mikill skörungur og breytti miklu. Sko þetta er að breytast í öllum geirum og þar á meðal í orkugeirunum. Sko finnurðu fyrir því að sko karlmenni er erfitt með að umgangast kvenn yfirmann eða er þetta orðið bara eðlilegur partur af okkar umhverfi?
Mér finnst þetta bara að vera orðið eðlilegur partur. Það eru langflestir yfirgnæfandi meirihluta karlmanna á vinnustöðum taka bara mjög vel í fjölbreytni og nýtt blóð og svo framvegis. Og vonandi þetta nú alltaf bara þannig að stjórnandi sé góður stjórnandi, viti hvað hann að gera óháð sínu kyni. En eftir að segja mér að fordómandi séu ekki þarna úti? Nei, ég ekki að segja það. Sjálfsagt eru þeir það. Og það kannski ekki endilega best að svara þessu það sem að ég vinn hjá Samorku sem eru svona reglífa samtök fyrirtækjana. Ég get tekið boltan, ég hef verið kvennstjórnandi núna í nokkur ár og unni með kvennstjórnandum og ég tek samt undir þessi orð. Ég finn ekki fyrir neinni mótstöðu. Fólki finnst gott verulega að vinna hjá mér og ég náði góðum samtölum. Ég held að það eru fordómar, en það ekki bara karlmenn sem með þá, við erum öll með það, við ólumst öll upp í sama samfélaginu. Þetta eru ómeðvitaði fordómar og eins og við höfum náð mjög góðum árangri að jafna hlutföll og jafna laun kvenna og karla hjá fyrirtækinu og hjá Orkuveitu samstæðunni, en við gerum okkur grein fyrir að við þurfum ennþá að vinna með þessa ómeðvituðu fordóma og þannig höldum við áfram að ná árangri í þessum málum. Út því að við erum bara, dóttir mín til dæmis var að fá spil þar sem að allar stelpurnar eru í svona litlum leikjum að skúra og skrubba og bóna meðan strákarnir eru í fótbolta og í læknisfötum svona leik, þetta alltaf börn í svona leikjum. Þetta alls staðar í kringum okkur. En með því að vinna og gera okkur grein fyrir þessum fordómum, það það sem að við tökum meðvitaðar ákvarðanir í hvað átt við viljum fara. Ég vil okkur að bæta við þetta vegna þess að einmitt bara í framhaldi af þessum niðurstöðum þessari skýrslu sem að konur í orkumálum voru að gefa út, að þar tekið fram að tvær ástæður fyrir því að konum kannski fjölgar hægar í stjórnendastöðum ekki síst vegna þess að þær sjálfar vanmeta sína eigin hæfni eða bíða eftir þeim sem tekið. Akkúrat. Og það eitt af svona þeim úrræðum sem að konur í orkumálum vilja benda á og benda stjórnendum á að leitið að þessum leiðtogum. Þær eru þarna, mögulega þetta eitthvað svona samfélagslegt að halda líka aftur af sér. Þannig að þetta við eins og Hildikona segir, við erum bara alin upp í ákveðnu þjóðfélagi sem með ákveðna mynd af fólki og við þurfum bara svona að læra að ýta á veggina. Hvað með kynferðislega áreitni? Hún hefur verið mikið til umræðu eftir að MeToo-byltingin reið yfir. Finnið þið fyrir því kvennstjórnendur, yfirmenn, kalla, eru þær beittar kynferðislega ofbeldi innan ykkar geira eða liggur þetta í láginni? Eins og könnunin sem gerð meðal kvenna í orkumálum sem betur fyrir sýndum fram á, það ekki mjög lítið það. Mjög lítið það. Alveg mjög lítið. En ég held að fjölbreytni þar líka hjálpi. Út af því að ekki bara, það eru alltaf einhver vond epli innan í fjölda, það bara þannig. En hins vegar, ef þú ert með þessu umræðu upp á borðum, þetta eitthvað sem rætt. Við tölum að við ætlum að sýna hvort það eru virðingu, og alveg sama hvort það sé kallega kona eða annar kynþáttur eða bara hvað sem aldur, trúarbrögð, að þetta sé eitthvað sem við berum virðingu fyrir og við tölum það opinskátt, að þá miklu erfiðar að koma fram með svona tilfelli inn í það. Þú átt við að þegar að breiddin verður meiri, hverfur þetta ósjálfrátt eða minnkar? Og breytin þarf að meira og þú þarft líka að taka, þess vegna var MeToo svo mikilvægt. Þú þarft að taka þessu umræðu upp á borðið og það þarf að ræða það í hóp, alveg sama hvaða hóp það Umræður til alls fyrst? Já. Bara samtalið vinnustað menning breytist með fjölbreytileikunum af því að við þekkjum það að vera stödd í ákveðni kreðsu sem að talar ákveðnum háttum ákveðna þjóðfélagshópa. Hvort sem það eru konur, samkynhneigðir. Það eru þröngir hópar. Já, það eru þröngir hópar, en það getur myndast einhver svona menning og hún útrýmist með því bara að auka fjölbreytileika starfsfólksins. Að lokum, aukin atvinnuþátttaka kvenna var umræðuefni fyrir svona 30-40 árum. Nú erum við að tala aukna stjórnendaþátttöku kvenna og hún fer að verða til jafns við karla og fer sennilega fram úr körlum á einhverju tímapunkti vegna þess að við sjáum það að í Háskóla Íslands, Háskólum á Akureyri, Háskólum á Reykjavík eru konur orðnar í meirihluta námsmanna og það hlutfall áörugglega eftir að aukast konum í vil á næstu árum, ekki að karlarnir verða skildir eftir. Þessi sviðsmynd blasir við. Horfum við fram á þá tíða að konur verða í meirihluta stjórnenda á Íslandi á komandi áratugum?
Ég vona að við séum að fara í það átt að við náum jafnvægi. Já. Og við náum fleiri strákum inn í háskóla og á sama tíma verðum við að ná fleiri stelpum inn í iðn- og tæknigreinar. Akkúrat. Og það það sem er þröskuldur sem við í orkugeiranum enn að kljást við. Við þurfum að ná fleiri stelpum þar inn, svo við séum með fjölbreyttari hóp af iðnaðarfólki til að vinna þessi grunnstörf í þjóðfélaginu sem bæði skemmtileg, þurfa góða menntun og bara skapa svona lífsgrundvöld fyrir okkur að lífa. Það eru jafnréttisverkefni nútímans. Já, stöðugildi í orkugeiranum, þrátt fyrir að okkur gangi mjög vel að jafna stjórnenda hlutfallið, þá samt stöðugildin í orkugeiranum ennþá þannig að þetta 80-20, 80% eru karlmenn og það skýrist af þessu að stór hluti starfsfólks þessar fyrirtækja eru iðnmenntaðir einstaklingar sem að sinna framkvæmdum, sinna viðhaldi og þetta eru 99% karlmenn. Og með fjórðu iðnbyltingunni maður svolítið að vona þar sem að störfin þeir koma til að breytast og verða kannski í minna mæli að reiða sig á líkamlegan styrk. Þannig að þetta verður tæknivættara og þar með kannski opnið dyrnar fyrir konur, þetta verða fjölbreyttari störf. Þannig að við erum að vona að þarna geti eitthvað breyst. En það áhyggjuefni að karlar sé ekki að skila sér í háskólanám á auðvitað það ágefni, en við vonumst bara eftir jafnvægi í atvinnulífinu. Þannig að skilaboð ykkar ágætu konur eru að konur í orkugeiranum, þær eru ekki að ganga inn í kallastörf, þær eru að ganga inn í bara venjuleg störf sem henta fólki af öllum kynjum. Nákvæmlega. Enda við erum farin að setja í atvinnuauglýsingar öll kyn, endilega sækjum. Bestu þakkir fyrir þetta, Hildigunnur og Lovísa. Gaman að tala breytta ásýnd og betri ásýnd atvinnulífsins á Íslandi sem hefur tekið stakkaskiptum á örfáum áratugum og þess vegna skiptum við yfir í aðra sálma. Fréttáttur 21 tekur á öllum þáttum mannlífsins. Hingri við eftir auglýsingar og komum við með fleiri mál.